Já, góðan daginn. Komið blessuð og sæl og velkomin. Og það lá við að ég segði á þessum fallega vordegi, en það víst haustdagur. Þetta var bara það sem ég hugsaði þegar ég gekk út og hugsaði fermingarathafnirnar hérna að vori. En það fallegur haustdagur, velkomin til þessarar kynningar á borgaralegri fermingu 2019. Ég heiti Sigrún Valbergsdóttir og ég ein af athafnastjórum Siðmenntar og stjórna líka einni af athöfnunum hjá borgaralegri fermingu. Og hjá mér situr Jóhann Björnsson, heimspekingur sem er umsjónarmaður fræðslunar, fermingafræðslunar og einn af kennurum til undirbúnings borgaralegri fermingu. Við ætlum aðeins að fara í gegnum það hvað siðmennt hvað borgaraleg ferming hvað felst í undirbúningsnámskeiðunum. Við sýnum myndband sem sýnir svona smá glefsur úr þessari hátíðlegu athöfn sem borgaraleg ferming Síðan koma ýmsar hagnýtar upplýsingar í sambandi við kostnað og skráningu og þess háttar og síðan upplýsingaskil í þessu sambandi. Ég ætla að taka strax fram að glærurnar sem hér verða sýndar og í raun og veru innihalda allt kynningarefnið, þær verða aðgengilegar á vef Siðmenntar strax að loknum þessum fundi. Hvað Siðmennt? Siðmennt félag siðrænna húmanista á Íslandi og Siðmennt var stofnuð 1990. Og það sem felst í starfsemi félagsins, það eru athafnir á helstu tímamótum lífsins, svo sem eins og nafngjöf, ferming, gifting og útför. Það baráttan fyrir fullu trúfrelsi og veraldlegu samfélagi. Og Siðmennt leggur áherslu á að rækta og fjalla siðræn gildi og þekkingarleit án vísana í yfirnáttúruleg fyrirbrigði. Fyrsta borgaralega fermingin, hún var árið 1989. Þá fermdust 16 börn og þetta var að frumkvæði Hóp Knútsson. Og síðan 1989 þá hafa 3.800 íslensk börn fermst borgaralega og það bil 45.500 manns verið viðstaddir þessar athafnir. Þetta verður sem sagt 31. vorið sem að börn fermast borgaralega næsta vor. Borgaraleg ferming fyrir unglinga sem vilja valkost við trúarlega fermingu. Unglinga sem eru ekki reiðubúnir til að strengja trúarheit eða sem eru annarra trúar, trú á Guð á sinn hátt eða eru ekki trúuð, sem hafa ekki áhuga á kristilegri fermingu en vilja halda upp á þessi tímamót í lífinu. Og það nauðsynlegt í öllum samfélögum að hafa val. Og við höldum á lofti þessu kjörorði okkar sem það allt í lagi að vera öðruvísi. Það hefur töluvert verið rætt orðið fermingu, hvort einhver eigi svona, einkarétt á að nota það. En hvað þýðir orðið ferming? Það þýðir og getur þýtt að styðja eða styrkjast. Það upphaflega ekki íslenskt orð, en að sjálfsögðu orðið það núna. Það dregið af latneska orðinu confirmare, sem þýðir að styðja eða styrkjast. Og í orðabókum, þar orðið confirmare skilgreint á 7 mismunandi vegu. Og trúarlega skilgreiningin aðeins ein af þessum skilgreiningum. Og ungmenni sem fermast borgaralega, þau eru einmitt að styrkjast í þeirri ákvörðun sinni að verða ábyrgir borgarar. Fermingarnámskeiðið, það vandanámskeið, þar sem þau læra ýmislegt sem góður undirbúningur fyrir það
að verða fullorðin með öllum þeim réttindum og skyldum sem því fylgir. Og boðskapurinn að efla heilbrigt og farsælt viðhorf unglingana til lífsins. Þar lögð áhersla á umburðarlyndi, gagnrýna hugsun, siðfræði, mannleg samskipti, ábyrgð einstaklingsins í nútíma þjóðfélagi og sitt hvað fleira, einmitt sem snýr að því að verða ábyrgur borgari, þáttakandi í samfélaginu. Fermingarnámskeiðið, það snýst ekki trúarbrögð og það óháð trúarbrögðum. Og nú tekur Jóhann Björnsson við. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Ég ætla að segja eitthvað aðeins fermingarnámskeið siðmenntar sem börnin sækja og við byrjum bara á svona praktískum upplýsingum eins og hvar og hvenær þau eru haldin. En hér á höfuðborgarsvæðinu erum við með námskeið í Menntaskólanum við Hamrahlíð, þar sem að hver þátttakandi mætir einu sinni í viku í 80 mínútur í senn í alls 11 vikur. Og þetta það eru námskeið í boði alla virka daga vikuna frá 16:40 til 18 eða á föstudögum þá frá 15:40 til 17. Nú, síðan líka námskeið út á landi eða hér í Reykjavík fyrir börn sem búa á stöðum þar sem ekki grundvöllur til þess að halda námskeið. Nú, það verða líka námskeið á Akureyri, í Reykjanesbæ, á Egilsstöðum og Árborg og Akranesi og þessi námskeið eru haldin yfir 2 helgar og helsta ástæðan fyrir því að námskeiðin út á landi eru helganámskeið þau að það annars vegar þarf oft að senda kennara héðan af höfuðborgarsvæðinu út á land og svo það líka oft þannig að krakkar sem sækja helganámskeið út á landi þau koma frá mun svona stærra svæði heldur þau sem koma af höfuðborgarsvæðinu. Til dæmis þau sem að sækja námskeið á Akureyri koma oft af öllu Norðurlandi og af Austurlandi jafnvel líka, þá þykir þetta hentugara. En þessar upplýsingar verða að senda til ykkar, þannig ég ætla ekki að fara að lesa þetta allt saman upp hérna, þessar daga og tímasetningar. Nú, síðan ef við fjöllum aðeins námskeiði sem slíkt sem að krakkarnir sækja, þá gengur það fyrst og fremst út á það að vinna með umhugsunarvirkni þáttakanda. Við erum að leggja rækt við það að hugsa betur, eins og maður segir. Það minna og oft eiginlega ekki neitt lagt upp úr beinni þekkingarmiðlun. Það var haft svona að leiðarljósi þegar við vorum að byrja að skipuleggja námskeiði hérna fyrir mörgum árum síðan að gera helst eitthvað annað heldur en gert í skólunum og skólarnir miðla mikið þekkingu en þeir eru þó farnir að fikra sér svolítið í þessa átt að efla hugsun krakkana. Þannig að það sem við erum að leggja fyrst og fremst rækt við sem sagt að okkur takist að hugsa betur og mynda okkur skoðanir og efla rökfærni sína og samræður. Nú, það hefur verið fjallað það meðal annars í fjölmiðlum hér á landi að það sem að fólk sem að vinna menntamálum hefur talið að væru með mikilvægustu hæfni þáttum 21. aldarinnar væru meðal annars gagnrýnin hugsun, skapandi hugsun, mannleg samskipti, að geta tekið ákvarðanir og geta brugðist hratt við nýjum aðstæðum og við erum mjög ánægð með það að hafa alla tíð lagt mjög mikla rækt við þessa þætti. Og það sem að við höfum til dæmis verið að skoða eins og stendur hérna við vinnum mikið með það hvað það felst í því að hugsa gagnrýnið og að hugsa skapandi. Við förum mikið í að fást við ýmis siðferðileg álitamál og krakkarnir fá að þjálfa sig í því hvernig maður bregst við álitamáli sem kom upp. Nú við rýnum í fjölmiðla og bæði fréttir og auglýsingar sem að við skoðum með svona gagnrýnu hugafari. Við skoðum ýmislegt sem hefur að gera með mannleg samskipti, fjölmenningu og fordóma til dæmis. Nú við
höfum á undanförnum árum fengið heimsókn þar sem hefur verið fjallað skaðsemi vímuefna. Nú sjálfsmynd unglinga og samskipti kynjanna kemur við sögu, líka ýmislegt sem hefur að gera með mannréttindi og kynjajafnrétti. Og svo erum við líka með ýmislegt svona sem hefur það markmið að efla, sem sagt eins og ég segi, hugsun okkar. Og þá eru ýmsir heimspekileikir sem við notum til þess að efla skapandi, sjálfstæða og gagnrýna hugsun og margt fleira. Nú, við erum ekki með kennslubók og við erum ekki með heimavinnu og það er ekki mjög mikið lesið eða skrifað í tímum og það er mjög mikilvægt að krakkarnir komi bara helst ekkert undirbúnir í tímana. Og ástæðan fyrir því sú að við viljum allir séu svona jafnréttisgrundvelli og það er alltaf gott þegar maður er að vinna með gagnrýna hugsun og vinna með skoðanir í ungs fólks þegar þau fá tækifæri til að mynda sér skoðanir að það mæti allir á sama plani og sé ekki búin að undirbúa sig og þá fáum við að kynna svona fyrstu viðbrögðum þeirra við ýmsum málum sem við erum að fást við því að þá getum við fylgst með hugsanaferlinu því að það er mjög jákvætt og gott að geta skipt skoðun þegar maður sér og áttar sig á því að maður kannski hafði ekki alveg rétt fyrir sér í byrjun. Þannig að það er svolítið mikilvægt að hafa það þannig. Nú, það er ágætt að hafa kannski í huga varðandi ef að þið viljið skoða svona sýnishorn af hvernig tímarnir uppbyggðir að þá er til á netinu vefbók sem heitir 68 æfingar í heimspeki. Við notum svolítið úr þeirri bók og þetta er það sem Námsgagnastofnun gaf út fyrir nokkrum árum síðan og við notum ýmislegt úr henni eða ýmislegt sem er svona í þeim anda. Nú, síðan eru fjölmargir kennarar sem koma að kennslunni og sumir fylgja sínum hópum svona allt námskeiðið á meðan aðrir koma sem gestir með einn og einn tíma í hvern einasta hóp og þessir kennarar hafa víðtæka reynslu. Þannig eru heimspekingar, grunn- og framhaldsskólakennarar, þannig listafólk, hagfræðinemi, kynjafræðingur og forvarnafulltrúi og við munum kynna þá kennara nánar bara á vef okkar þegar að nær dregur, þegar námskeiðið hefst vegna þess að akkúrat þessa dagana erum við að skoða hversu margir hópar verða og þá þurfum við svona að athuga hvaða kennarar koma til með að kenna hvaða hópum og hversu margir verða og hverjir sem voru í fyrra ætla sér að halda áfram og hverjir ekki. Þannig að það verður kynnt áður en námskeiðin hefjast svona í desember líklega. Nú, svo svona bara fyrir ykkur sem verða á námskeiði í MH, bara praktískar upplýsingar að þá göngum við inn bakdýramegin eins og það er oft kallað vegna þess að stofurnar sem við erum í þær eru við innganginn bakdýramegin og það eru bílastæði þar ef einhverjir sækja börnin sín. Og þau sem verða á helgarnámskeiði í Réttarholtsskóla þá gengið inn við fyrsta inngang við Réttarholtsveginn. Nú, þetta í mjög stuttu máli það sem ég hafði að segja námskeiðið en ég verð hér áfram eftir fundinn ef það eitthvað sem þið viljið ræða varðandi námskeiðið. Við höfum átt fengið fyrirspurnir ef að það eitthvað sem fólk vill fara yfir að þá það sjálfsagt mál en við viljum sjá bara sem fjölbreyttastan hóp ungmenna. Námsleg staða eða geta í skóla skiptir engu máli og það bara fjölbreytnin sem okkur finnst best og það ánægjulegt að segja frá því að í síauknum mæli eru börn farin að koma til okkar sem eru líka að fermast í kirkjunni og vilja bara sækja þetta námskeið og það eins og ég segi, það eru allir velkomnir óháð lífsskoðunum eða óháð námslegri getu. Við gerum bara öll það sem við getum best. Og nú tekur Sigrún aftur við. Já, það sem hér kemur svona meira lítur af þessum praktísku málum. Athafnir verða nokkuð margar næsta vor. Þær verða í Fjölbrautaskóla Suðurnesja og dagsetningarnar koma hér. Það 30. mars í Háskólabíói, 31. mars og það eru 3 athafnir klukkan 10, 12 og 14.
í Fjölbrautaskóla Suðurlands 7. apríl klukkan 14, í salnum í Kópavogi 7. apríl klukkan 10, 12 og 14 og á Akranesi í tónlistarskólanum Tónbergi 14. apríl klukkan 13, Fjölbrautaskóla Garðabæjar, þar verða 2 athafnir 14. apríl klukkan 12 og klukkan 14 og í Háskólanum á Akureyri 8. júní klukkan 14. Og það líka rétt að hafa í huga að æfingar fyrir stærri athafnir sem þýðir altså fjölmennari athafnir þar sem eru fleiri fermingabörn en hverri athöfn, þær fara fram daginn áður og þær fara fram laugardaginn 30. mars hér í Háskólabíói og tímarnir verða sendir út síðar til viðkomandi barna og foreldra. Laugardaginn 7. apríl verða æfingar í salnum og laugardaginn 13. apríl verða æfingar í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ. Og við ætlum að sýna núna stutt myndband frá fermingum, þetta svona örstuttur bútur héðan og þaðan, til að gefa aðeins hugmynd það hversu hátíðleg, falleg og skemmtileg athöfnin er. Það hefð fyrir því hjá borgaralegri fermingu og það fenginn ræðumaður dagsins og það ræðumaður sem að foreldrar og börn taka þátt í því að velja. Og nokkur fermingabörn flytja stutt ávörp, þau lesa ljóð, þau leika á hljóðfæri, syngja eða dansa. Og einnig rétt að taka fram að einungis þau fermingabörn sem að hafa sjálf áhuga á því, þau koma fram. Góðan daginn. Kæru fermingabörn, kæru foreldrar, forráðamenn, ættingjar og vinir. Við verðum öll hjartanlega velkomin til borgaralegra fermingar á vegum Siðmenntar hér í Háskólabíói. Ég heiti Helga Bára Bragadóttir og stjórna athöfninni og segja hana hér með setta. En nú komið að hlusta á tónlist. Og steinninn hélt áfram að velta. Veistu það? Það hefð fyrir því við borgaralega fermingu að fá utanaðkomandi ræðumann til að ávarpa fermingabörnin og við hin njótum góðs af því á leiðinni. Góðan daginn! Þvílíkur dagur, sjáu ykkur hérna, allir mættir í sínu fínasta. Þetta gaman, þetta geggjað. Bara takk fyrir að bjóða mér og leyfa mér að vera með ykkur. Núna eru tímamót í ykkar lífi, kæru fermingabörn, það bara þannig. Og á svona tímamótum, þá gott að hugsa, pæla aðeins í því. Hvernig ætla ég að gera þetta? Hvernig ætla ég að fara í gegnum lífið? Hvað það sem þið ætlaði að gera? Ætlið að elta ykkar drauma? Eða ætlið að elta bara hópinn? Ætlið að gera það sem ykkur langar? Eða gera það sem einhverjum öðrum langar? Ísköldu lekkin, ísköldu lekkin. Nú komið að því að fermingabörnunum verða afhent
viðurkenningarskjöl til staðfestingar því að þau hafa sótt námskeið til undirbúnings borgarlegri fermingu. Þá ætla ég að byrja hóp númer 1 að standa upp og ganga hingað upp á svið. Adel Vesam Adel Katir. Alex Jakob Traustason. Og að svo mæltu, þá borgaralegri fermingu í Háskólabíói árið 2018 þeirri fyrstu á þessum degi lokið. Takk fyrir. Í lok fermingarathafnarinnar, eins og við sáum þarna, þá fá börnin afhent skrautskrifað skjal og það til staðfestingar á því að viðkomandi hafi sótt námskeið til undirbúnings borgaralegri fermingu. Athöfnin tekur það bil 1 klukkustund. Það hópmyndataka sem fer fram strax að lokinni athöfn í Reykjavík, Garðabæ og Kópavogi og hún tekur svona cirka 20 mínútur til viðbótar. Og skipulagið á þessu, eins og þetta verður núna til undirbúnings 2019 athöfnunum. Í janúar þá eru fjölskyldur spurðar tillögur að ræðumönnum, hver það væri sem ætti að koma og ávarpa fermingabörnin, og þá það náttúrulega sami ræðumaður sem ávarpar alla í Háskólabíói og jafnvel í Kópavogi líka, þó getur þetta verið aðeins mismunandi. Og einnig þá spurt hvort börnin vilja vera með atriði. Og eins og ég sagði áðan, það enginn skyldugur að koma fram, einungis þau börn sem hafa sjálf áhuga á því. Mánaðamótin febrúar-mars, þá verður kannaður áhugi á því hvort fólk vilji kaupa hópmynd eða upptökur af athöfninni og kostnaðurinn við það að sjálfsögðu ekki innifalinn í gjaldinu. En mikilvægt að taka eftir þessari dagsetningu, skráningu lýkur 15. nóvember. Upplýsingar niðurröðun á námskeið og upphaf þeirra verða sendar út seinnipartinn í desember. Námskeiðið kostar 29.000 krónur og athöfnin 13.000 krónur og þetta innheimt saman. Síðasti eindagi fyrir foreldra barna á námskeiðum sem byrja í mars og síðar mánaðarmót febrúar-mars. En þátttökugjaldið það þarf að greiða eða vera búið að semja greiðslu við framkvæmdastjóra Siðmenntar áður en námskeiðin byrja. En það eru veittir ýmsir afslættir af þessum gjöldum. Systkinaafsláttur, systkini sem fermast á sama tíma, þau fá 20% afslátt og afsláttur félaga, það að segja foreldra sem eru skráð í siðmennt, ýmist fólk skráð í gegnum þjóðskrá eða utan þjóðskrár, eru eftirfarandi. Ef annað foreldri í siðmennt þá 8.000 króna afsláttur af þessu gjaldi, en það 16.000 króna afsláttur ef báðir foreldrar eru félagar. Og síðan greiðslan, það verður
er krafa send í heimabanka. Það líka hægt að biðja það að fá sendan greiðsluseðil og þá bætist við 300 kr. Kostnaður. Það hægt að fá greiðsludreifingu alltaf 3 mánuðum og það hægt að setja raðgreiðslur á greiðslukort. Greiðsla með kortum sem sagt vel þegin. Í sumum tilfellum þá hafa félagsmála yfirvöld hjálpa til og ef greiðsluvandi blasir við þá einfaldast að hafa samband við framkvæmdastjóra. Svo líka möguleiki á endurgreiðslu. Hætti barn við þátttöku þá endurgreitt að fullu sé látið vita fyrir lok sunnudags fyrstu kennsluviku. Sem sagt 13. janúar það. En eftir það haldið eftir 3.000 krónum í umsýslugjald. Vegna helgarnámskeiða þá fæst endurgreiðsla sé látið vita í síðasta lagi í lok fyrsta dags námskeiðsins. En það ekki neina endurgreiðsla að ræða nema þessar 13.000 krónur vegna athafnarinnar hætti barn að lokum helmingi námskeiðsins eða meira. Ef það að ræða, semst að barn hætti við, þá á að láta vita með því að senda netpóst á þetta netfang eða hringja í einhvern af 3 eftirfarandi. Hóp Knútsson sem framkvæmdastjóri ferminga, Jóhann Björnsson sem kennslustjóri eða Siggeir Ævarsson sem framkvæmdastjóri siðmenntar. Símanúmerin þarna, þannig að það á ekki að vera erfitt að koma frá sér þeim upplýsingum. Og svo ágætt að vekja athygli á því að þjónusta siðmenntar, hún öllum opin. Fólk þarf ekki að vera félagi í siðmennt til þess að nýta sér þjónustuna. Það hins vegar, ef áhugi fyrir hendi, þá hægt að hjálpa siðmennt við það að vaxa og dafna með því að styðja málstað og verkefni siðmenntar og með því að taka þátt í starfi félagsins og náttúrulega með því að skrá sig í siðmennt og njóta þar með afsláttarkjara á athöfnum. Og það auðvelt að skrá sig í siðmennt, það eingöngu með því að fara semst inn á vefinn, siðmennt.is. Og aðeins í sambandi við skráningu í borgarlega fermingu núna á þessu næsta komandi vori. Ef semst barnið ekki nú þegar skráð í borgarlega fermingu, þá hægt að senda inn skráningu rafrænt á vef siðmenntar. Og það eru tölvur hérna fram í salnum sem hægt að nýta í það og einnig hægt að fylla út sem sagt prentað eyðublað sem sömuleiðis liggur frammi og það fólk frammi sem aðstoðar við það að fylla þetta út. En ég minni aftur á að 15. nóvember síðasti dagur til að skrá sig. Þau sem eru búin að senda inn rafræna skráningu á vefnum en hafa ekki valið námskeið, þau þurfa að gera það. Og það eru sjálfboðaliðar fram í sal sem að fletta upp skráningu og aðstoða ykkur við að velja námskeið. Valið 1., 2., 3. val og svo líka eyðublað sömuleiðis frammi, þar sem að stendur á val á námskeiði. Og enn og aftur, þessar glærur þær verða aðgengilegar á vefsíðu siðmenntar á sérstakri BF sem stendur fyrir borgaraleg ferming upplýsingasíðu. Og að lokum þá vil ég geta þess að ef einhverjar spurningar sem fólki finnst varða alla almennt sem í salnum, þá hér hljóðnumar tilbúnir. En við líka hérna og fólk frá siðmennt frammi ef fólk vill bera upp einhverja spurningar sem eiga þá ekki erindi við alla. Og ég segi bara kærar þakkir fyrir áheyrnina.